Góðan dag og velkomin öll að viðtækjum. Þetta er kynningarfundur á náminu okkar við Háskólann á Bifröst, náminu í menningarstjórn og sjálfur er ég Njörður Sigurjónsson og ég er nú að taka þetta hérna bara þennan fund í heima hjá mér, enda er margt af því sem við gerum á Bifröst bara gert yfir netið og þetta er svona okkar svona samskiptaleið helsta. Ég ætla að deila með ykkur skjánum mínum og ég er með svona glærur eins og ég geri stundum þegar ég er líka með fyrirlestra og ég ætla nú ekki að hafa þetta langt í dag. En og ef það einhverjar svona spurningar sem að þið hafið þá endilega annarkvort sendið þær hérna á eftir eða að ég bendi ykkur á líka ég með netfang sem að þið getið sendt á. Það annarkvort á mig eða bara beint á Háskólann á Bifröst, bifröst.is sem er mjög sniðugt fyrir allar svona megin spurningar. En það sem ég ætlaði að gera í dag var bara svona rétt að segja, já, kynna mig. Ég er sem sagt fagstjóri og hef verið viðloðandi þetta nám alveg frá upphafi þegar það var fyrst sett á stað 2004. Ég hef sem sagt bakgrunn í ýmsu, bæði heimspeki og viðskiptafræði, en áður en ég kom til Bifrastar þá hef ég starfað við ýmislegt og var meðal annars í Íslensku óperunni. Ég hef verið markaðsstjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands, ég var forstöðumaður framkvæmdastjóri bókmenntasjóðs sem nú heitir Miðstöð íslenskra bókmennta og ýmislegt, en svona lengst af mínu starfsferli orðið er ég á Bifröst og ég er með þess að doktorsgráðu í menningarstjórnun og menningarstefnu sem að á þetta vel við í þessu starfi sem ég er og ég kenni alltaf nokkur námskeið og svo erum við með aðra kennara auðvitað sem að eru bæði pastránir hjá okkur, Sigrún Lilja Einarsdóttir, Anna Hildur Hildifransdóttir og Bersveit Þórsson meðal annars. Svo erum við með fólk líka utan að bæði sem starfar á vettvangi og í ýmsum stofnunum eða sinni rannsóknum sjálfstætt. Ég ætla að segja ykkur bara aðeins frá náminu og það hefur alltaf verið hugsað sem svona eins konar undirbúningur fyrir störf á sviði menningar og menntunar. Þetta er meistaranám, þannig að það er framhaldsnám í háskóla, þannig að það er hugsað sem viðbót og það er hugsað sem í raun og veru viðbót fyrir fólk sem er í vinnu. Þetta er með vinnu og með störfum í menningu og menntun hefur líka alltaf verið lagt áherslu á og þetta er fyrir fólk sem hefur reynslu af störfum í menningarmálum, skapandi greinum, kannski í víðara samhengi og hugsunin er svo að blanda þarna saman í raun og veru fræðilegum kenningum, rannsóknum og því sem við þekkjum og vitum menningarstjórnun við svona praktíska nálgun, hagnýta nálgun á rekstur og forystu já, og við höfum líka alltaf lagt áherslu á svona gagnrýna sýn á menningu, menningarstefnu, menningarpólitík og það að nemendur og við sem komum að þessu getum talað saman hlutina í gagnrýnu ljósi, skoðað undir yfirborðið, haft á því skoðun og síðan unnið að góðum verkefnum og málum og þetta er svona áhersla líka á
samvinnu í verkefnavinnu, stjórnun og skipulagningu. Þetta eru námskeið á sviði verkefnastjórnunar, á sviði forystu, á sviði fjármálastjórnunar og svo framvegis. Og þetta nú svona, svo ég leggi bara áherslu á þetta, áherslu á gagnrýna hugsun, fræðileg vinnubrögð annars vegar og þjálfunarstjórnun og áætlanagerð og sviði menningarmála hins vegar og þannig að nemendur séu svona undirbúin til þess að taka að sér, bæta við sig eða fá betri svona undirbúning undir það sem þau eru að gera og þarna blöndum við saman bæði getum sagt svona kenningarlegum námskeiðum, til dæmis eins og í menningarfræði samtímans og síðan fjármálastjórnun hins vegar. Og þetta í raun og veru kannski dálítið einstakt nám svona sem stjórnunarnám að þessu leyti. Og að hafa svona fæturnar í kannski ólíkum heimum, félagsvísinda, hugvísinda, viðskiptafræði og svo framvegis. Og atvinnumöguleikar að námi loknu eru þetta talsverðir og okkar nemendur eru sinna ábyrgðarstöðum víða í menningarlífi og í menntakerfinu og bara út allt. En það náttúrulega kannski skekkjumyndin að vera að tala þetta því að flestir okkar nemendur eru þetta í fullri vinnu með náminu. Þannig að og einn af styrkleikum námsins kannski að fólki kynnist á fólki úr öðrum geirum, öðrum greinum og þarna skapast svona tengslanet sem hefur orðið mörgum okkar nemendum að miklu gagni og verður síðan sá svona grundvöllur og það net sem að fólk kannski stólar á í sínu lífi og karriér. Aðeins fyrirkomulagið, þetta 90 eininganám á meistarastigi. Þetta kennt í það sem kallað lotubundið fjarnám. Loturnar eru yfirleitt 6 vikur og þá 7. vikan námsmatsvika, nema á hverri önn ein lota sem að næri yfir alla önnuna og það þá námskeið sem er þá í það sem aðeins hægar farið yfir og meira rými á milli. Þetta gríðarlega svona, krefjandi. Það að segja að þetta stuttur tími sem hvert námskeið tekur og strax í fyrstu viku eru lögð fyrir verkefni, þau eru komin í hópverkefni, þau þurfa að skila einhverju og fá endurgjöf og það hjálpa til fyrir okkur sem að mörg ykkar sem að hafi kannski ekki verið í námi í langan tíma og það var mjög gott að fá að vita hvað maður stendur, hvort að maður að ná efninu og þess áttar og komast strax í tengsl við leiðbeinandann og við aðra nemendur. Og þetta þannig að það eru 5 námskeið raun og veru á önn sem hefjast bara í ágúst, seinni hluta ágúst og klárast fyrir jól og þar mögulega búin að klára strax 30 einingar eða í fullu námi fyrir jól og svo aftur 30 einingar á vorönn og svo lokaverkefnið 30 einingar. Það að segja að þið takið MS eða MA línuna. En margir okkar nemendur taka þetta aðeins hægar og eru þó ekki alveg í fullu námi meðal annars vegna þess að þeir eru í vinnu. Og það sem ég lýsti var það sem ég kallar MA-leiðin. Við höfum líka MCM-leið sem svona 3 stafa gráða, þetta líkt á svona MBA og það raun og veru meginmunurinn sá að það minna rannsóknarverkefni, það ekki 30 einingar eins og í MA-línunni, heldur það bara 12 einingar og á móti kemur og þá takið þið
þeir sem taka þá leið fleiri námskeið, bæta það við sig 3 námskeið viðbót og gera þá 1 lokaverkefni sem þá aðeins minna. Og í hverju námskeiði ein staðlota og yfir sem sagt eina haustönn til dæmis, þá eru 2 staðlotur og þá hittumst við og notum sem sagt tímann til þess að tala saman, vinna verkefni, fáum gesti eða eitthvað slíkt. Og þetta nú svona kannski hápunkturinn á náminu fyrir bæði mig sem leiðbeinanda og fyrir nemendur. Þetta það sem að fólk segir og man best eftir þegar við hittumst og förum í málið saman. Og það útskýring á þessu öllu saman á vefsíðun okkar, bifröst.is og þarna ég með link á þessari glæru, þetta farið undir félagsvísindadeild og þá fáið þið þarna link og svona útskýringar. Það líka að fara inn í uppbyggingu námsins, hvaða námskeið eru í boði, hvaða námskeið eru í kjarna og hvað síðan eru möguleikar hvað möguleikar á vali og valnámskeið. Ég er að reyna að gera þetta bara svona dálítið rætt þannig að það ekki hangja við þessu, en þetta sem sagt lotubundið, verkefnadrifið nám, það á netinu, það segja öll verkefni, fyrirlestrar, samskipti á að vera hægt að eiga yfir netið í sérstöku námskerfi sem við erum með og þetta gert í stuttum lotum, það tekið fyrir 1 eða 2, 1, 2 eða 3 námskeið og þau eru þá í 6 vikur yfirleitt og fyrirlestrarnar á netinu. Þið berið gríðarlega mikla ábyrgð á að fylgjast með, vera svona á tánum. Þetta hefst með miklum hvelli og þetta búið á ekkert allt of löngum tíma ef þeir eru í fullu námi og þetta mjög verkefnadrifið nám. Það að segja að við byrjum strax að vinna verkefni upp úr námsefninu og þetta sem munurinn á kannski mörg hafa verið í námi annars staðar þar sem maður kannski situr í tímum heila önn og mætir svo bara í lokapróf. Þetta alls ekki þannig, þetta algjörlega andstæða við það. Þannig erum við með 3 til 5 verkefni í hverju námskeiði fyrir utan próf eða námsmatprófin geta verið munnleg eða skrifleg og í mörgum áfengum eru ekki próf, þetta einhvers konar lokaverkefni og það mjög mikið hópverkefni. Þetta áskorun fyrir marga að vera að vinna með öðru fólki en þetta algjörlega kjarninn í því sem við viljum gera. Það að segja að fólk kynnist, að fólk vinni saman, læri að vinna saman og læri hvort af öðru í náminu því að það svona okkar námsfilosófía eða nálgun, skulum við segja. Þá ætla ég bara, ég ætla að ljúka þessu með þessari glæru hér, þar sem ég setti link á netfang sem það getur sendt á spurningar eða einhverjar spurningar og endilega prófið bara bifröst.is. Það svona móttakan hjá okkur og ef þetta varðar tæknilega hluti, varðar námsmat, mat á fyrra námi eða hvort að þið hafið aðgang að náminu eða eitthvað slíku, að þá það langbest að fara í gegnum bifröst.is því að ég geti raun og veru ekki svarað nema bara hluta af þessum spurningum sjálfur sem fagstjóri. Ég get bara svarað því sem við kemur náminu sjálf. Eins við með umsóknarvef hjá okkur og það raun og veru fyrsta skrefið eða við spurningar varðandi hvort að þið eigið möguleika að komast að í náminu til dæmis. Fyrsta atriði bara senda inn umsóknin og þá kemur í ljós hvort að þið uppfyllið þau skilyrði sem
sem að ræðir. En Það ég komið dettur, spurning af það er spurning, já. Já, herðu, það er hérna spurningu frá henni Birgittu. Það sem hún spyr hvernig samstarf á milli skólans og starfsstétta og á þá væntanlega á hún við í starfsstétta í menningargeiranum. Já, samstarf, það er ekki mikið, það er ekki endilega formlegt samstarf á milli okkar og einstakra stofnana. Við erum með sem sagt, nemenda eða starfsnám, þar sem fólk kemst í að vinna í ýmsum svona stofnunum og við höfum svona opin tengsl við nokkrar stofnanir. Það er til dæmis nemendur núna frá okkur hjá Listahátíð Reykjavík, það hefur verið hjá ýmsum stofnunum, og það hefur verið svona sveitt af því sem að nemendur hafa áhuga á. Eins eru hjá okkur stundakennarar og kennarar í einstökum námskeiðum sem eru starfandi við stofnanir eða fyrirtæki út í feltinu, og við reynum alltaf að breyta því eða að hafa það alltaf nýtt og nýtt fólk með okkur. Eins fáum við gesta fyrirlesara bæði í námskeið en líka svona opna fundi og þess háttar. Ég er svona svo mikið fólt í tæknilega atriði varðandi það eru svona, höfum haft svona fagráð og ýmis svona leiðir til þess að vera í sambandi við stofnanir og fólk sem vinnur í stofnanir. Við erum með gæðakerfi sem gengur út á það að við berum stöðugt undir fólk sem að tilþekkir okkar nám og það sem við erum að leggja áherslu og gera. Þannig að eins eru auðvitað nemendurnir, og það er það sem að kannski tengslin eru mest, að nemendurnir okkar eru sjálfir að starfa í bæði í stofnunum, fyrirtækjum og félögum, og í gegnum námið að þá hafa margir náð þeim tengslum sem við vorum leita að í gegnum aðra nemendur. Það er að segja að það eru margir af okkar nemendur sem til dæmis hafa stundað listnám erlendis og nú koma svona til Íslands eða vantar kannski tengslanet eða einhver tengsl við Ísland, og þá kynnast þeir í gegnum samnemendur sína ýmsum stofnunum og mynda svona möguleg tengsl og innsýn í það sem að gerast á Íslandi. Þannig að þetta með ýmsum hætti. Góð spurning, Birta. Þakka þér fyrir, og það er komin önnur spurning í gegnum e-mail. Geturðu farið aðeins yfir, eða ertu með eitthvað svona sögur að því hvað nemendur hafa svo farið að gera eftir námið? Já, svo margt sem að nemendur eru að gera. Flestir okkar nemendur eru í fullu starfi. Það er að segja að þau eru að vinna. Og þess vegna er það ekki kannski alveg, þetta er ekki eins og í svona ýmsu grunnnámi þar sem að nemendur koma ferskir út menntaskóla og eru síðan að leita sér að einhverju starfi og eftir. Þetta er og störfin sem fólk tekst á hendur byggja á mörgu leyti á bæði bakgrunni og það sem fólk hefur verið að gera og hefur reynslu af. En bara svona ýmsir mann eftir henni Örnu Kristínu sem var hjá okkur, Örna Kristín Einarsdóttir, flautuleikari sem kom til okkar. Hún var seinna bæði tónleikastjóri Sinfóníuhljómsveitarinnar og síðan framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitarinnar. Hún fór síðan og var yfir Sinfóníuhljómsveitinni í Ottawa, fór yfir til Gautaborgar Sinfóníunnar og núna skrifstofustjóri í menningarmálaráðuneytinu. Deildarstjóri eða skrifstofustjóri, ég man ekki hvort það var kallað. Ég man eftir honum Finni Bjarnasyni sem var kannski ekkert með ólíkan prófílum, kom sem söngvari, vann með mér og okkur í ýmsum svona rannsóknum og ýmsu, og þetta og við viljum tengja fólk við rannsóknir og leggjum áherslu á þetta sé rannsóknartengt nám. Og Finnur var síðan og fór að vinna fyrir sama menningarmálaráðuneyti og núna óperustjóri. Nú man ég bara eftir fólki sem framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitarinnar núna, Guðni Tómasson var hjá okkur líka.
Þannig að það ýmsir svona stjórnunarstöðum. Það er líka innan menntakerfisins, það eru margir sem eru sem sagt, skólastjórar sem hafa verið hjá okkur og fólk sem sinnir líka bara verkefnum á sviði kvikmyndagerðar, á sviði auglýsinga og bara voru í ýmsum störfum sem varða svona menningu, skapandi greinar, miðlun og svona ýmislegt á breiðum grunni. Takk fyrir. Heyrðu, og svo ein önnur spurning, það Já, það bara svona aðeins hvernig að þetta fjarnám og fólk og búin að tala með þessi fólki sé í vinnu með, já. þú veist, hvernig hefur það svona gengið? Er fólk fljótt að ná tökum á því eða? Það virðist vera að þetta gangi upp, þetta auðvitað gríðarlegt álag á meðan á þessu stendur. Ég skul ekki gera lítið úr því. Erfiðast er fyrst átta sig á hvernig kerfin virka, hvort að maður hafi eitthvað í þetta að gera, hvort að maður sé nógu kvikk og viti hvernig á að læra. Margir okkar nemendur eru og flestir okkar nemendur eru fullorðið fólk og á ýmsum aldri, en eftir svona fyrstu törnina, fyrstu lotuna, þá nú fólk farið að svona átta sig á því hvernig hlutirnir virka, hvernig maður svona stillir sig af og hvernig maður nær að hafa stjórn á og yfirsýn yfir verkefnin. Flestir sem og þau sem kannski gengur vel hjá okkur tengja verkefnin sín líka við vinnuna sína, taka fyrir verkefni sem eru tengjast á kannski vandamálum í vinnunni eða stofnunum sem þau hafa áhuga á, í geirum sem þau hafa áhuga á, og það ná þannig að tengja saman þessa þætti, þannig að þetta sé og skili sér strax líka bara á vettvangi í starfinum hans. Þannig að það hefur svona hjálpað ýmsum og svo þetta að stilla sig af að það þarf ekki að gera allt í einu, það þarf ekki að klára strax á 1,5 ári, heldur þetta að taka þetta yfir lengra tímabili, þannig að hver og einn verður svona svolítið að finna þann takt sem að hentar. En allt, nánast allir okkar nemendur eru í vinnu, einhvers staðar í einhvers konar verkefnavinnu eða fullu starfi, og það bara gengur vel hjá þeim. Frábært, takk Njörður. Ég þá búin að tæma þær spurningar sem Þú ert búin að æðislegt. En ég get nú kannski bara svona spurt bara að lokum til að enda þetta bara, hvað finnst, ef við spyr þig aðeins bara, hvað hefur verið svona það sem að þú hefur lært mest á því að standa í þessu? Af því að maður læri nú alltaf eitthvað. Góð spurning. Þetta þegar ég kom inn í menningarstjórnun og fór að kenna þar, hafði ég áður ákveðið að ég ætlaði aldrei að kenna neitt meira. Ég hafði verið strax farin að kenna í meistaranámi í viðskiptafræði þegar ég var þar og var ekki einu svona búinn sjálfur með námið þegar ég var beðinn um að kenna í aðferðafræði. Og ég var svona fyrir þeirri upplifun að ég gat ekki hugsað mér að vera háskólakennari. Það væri nú frekar þurrt og leiðilegt starf. Svo þegar ég var aðeins byrjaður í doktorsnáminu og datt nú í huga að vera þá með í þessu á Bifröst, og ég kynntist bara strax í fyrsta námskeiði svo frábærlega skemmtilegu fólki sem voru nemendur mínir. Þau voru miklu eldri en ég þá, og það var nú yngst mikið þetta fólk, eða ég elst, en þau voru alltaf aldrei við foreldra mína og ég bara var mjög svona áhugasamur eins og ég verið varandi það sem ég er að tala um, og þau voru bara svo gjörsamlega, tóku mig svona undir sinn verndarvæng og gegnum þennan tíma, þetta orðið yfir 20 ár, þá hef ég kynnst alveg rosalega mikið af góðu fólki sem eru leikstjórar og söngvarar og kennarar, og allt hefur þetta fólk geta svona hjálpað mér
og gefur mér endurgjöf á það sem ég er að gera og hvernig ég á að svona haga mér. Ég talaði lengi vel mjög hratt. Ég er fann að hægja mjög mikið á. Ég reyna að vera greina betri. Það er kannski það sem ég hef lært mest af þessu öllu saman. Það er af samskiptum við nemendur sem eru frábærir. Kæra þakkir. Bara til þess að tryggja að allir sem vilji spyrja hafi örugglega fengið það, Einmitt. þá er ef ykkur vill, þá getur hann bara kveikt á myndavélinni og spurt. Og að gera líka bara ef að fólk vil veit eitthvað, senda línu á mig, það er njörður@bifröst.is eða ennþá betra að senda bara beint á bifröst og það er þá sendt áfram til mín. Þetta er allt gert strax og við erum reynum að vera mjög svona röð í snúningum og þjónust miðuð á Bifröst fyrir fólk sem hefur mikið að gera og þannig að endilega ekki halda aftur á ykkur. Það er engar spurningar, rangar spurningar. Kæra þakkir. Kannski smá bara tæknilegt fyrir fólk að þá verða settir inn hlekkur og annað slíkt til þess að fólk geti fundið umsóknar síðuna á viðburðinum og það er alltaf hægt að senda á bifröst.bifröst.is eða njörður@bifröst og takk fyrir að vera með okkur. Takk.